Velkomin í Spektrum, ég heiti Stefán Ingvar og í þessum þætti fáið til okkar gesti af hinu pólitíska sviði og tölum þeirra hægri sinnuðustu, vinstri sinnuðustu, íhaldssömustu og frjálslyndustu skoðanir. Og með mér í dag Líf Magneuðdóttir sem skipar annað sæti hjá vinstrinu og oddviti Vinstri grænna í Reykjavík líka. Reykjavík. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að koma mig. Hver hægri sinnuðasta skoðanin? Lækka skatta. Lækka skatta? Já. Bara generált? Já, jú, ég er ekki í pólitík til þess að hækka skatta. Ok. En ég heldur ekki endilega í pólitík til þess að lækka það er bara að meta það hverju sinni. En ég held líka, þú veist, með því að lækka skatta, við höfum náttúrulega keyrt einhverja séreignarstefnu hérna, fólk þarf að kaupa sér húsnæði, fólk í þinnustu, þú veist, að koma sér upp einhvern veginn heimili og kaupa sér dýrt húsnæði og tekur dýr lán og svo leikur borgin og fasteignaskatta og... Já, myndir þú vilja sjá þá? Sko, ef það er tækifæri til, já. Af því að, þú veist, ég vil létta álögur á fólk. Og við Vinstri grænum höfum alltaf verið að tala þú veist, að afnema gjaldtöku í skólakerfinu, heilbrigðiskerfinu og það hugsa maður líka, við erum ekki til þess að auka álögur á fólk. En auðvitað þurfum við skattan okkar til þess að því að við erum hérna að reka samfélag og þetta eru sameiginlegu sjóðir. Já, einmitt. En það er hægri sinnuðasta skoðun mig, en það er líka vinstri sinnuð skoðun. Já, einmitt. Það vill oft vera að fólk finnur út til þess að, finnur nálgun til þess að segja þessi bæði. Já, ég veit. En, ok, og Ásdís Kristjánsdóttir var daginn og hún var að tala tillögu frá viðskiptaráði og ég veit að þú ert mikið áhugamaður og viðskiptaráð? Já, aðdáandi var orðið sem ég var að leitað, já. Og hún sagði sko að einhvern sem hann fyrir 20 árum þá hafði viðskiptaráð lagt til að allir skattar ættu að standa í 15%. Áhugavert. Ertu sammála því? Svo, nei, ekki, en ég held að ég veit ekki, ég ætla ekki að fara að reyna út prósentutöluna núna. Jú, come on. Já, það er 7,5 og ógeðslega hægri sinnuð. En svo er þetta að því ég velti þessu fyrir mig, hvað er hægri, hvað er vinstri og ég veit líka að ungt fólk í kosningunni síðast, það er bara, ég tengi ekkert við þetta hægri vinstri. Já. Ég er bara umhverfisverndarsinni, eða, þú veist, ég er bara, já. Þannig að bara, svo ég segi það sko, þetta flæðir á milli og svo breytist þetta líka með tímanum. Þetta er bara, ég glemdi þetta úr rekord á hljóðinu. Það er alltaf, ég var að taka upp á hinum meginn, þannig að það kemur bara smá stringilót, en það er alltaf í lagi. Kýlum á það. En svo er bara líka tíðarandinn, til dæmis ég ætla að nefna bólusetningar, allir sammála bólusetningar og gagnsemi þeirra. En svo allt í einu þá hafa hægri menn einhvern veginn nýverið gerst andstæðinga bólusetninga. Er það þá hægri skoðun að vera á móti bólusetningu? Já, og það, já, einmitt. Þannig að einhvers staðar, þú veist, í þessu, já, menningarstríði. Já, menningarásin er einhvern veginn vegur miklu þyngra heldur en hægri vinstri. Og er það kannski eitthvað svona sem að ég hef heyrt fólk kalla eitthvað svona monoparty dæmi af því að, þú veist, það er ekkert eitthvað kannski geðveikt mikið, þú veist, allt öllur á botninn hvort og kannski ekkert eitthvað geðveikt mikið munur á skattastefnu VG og Framsóknar og VG og Samfylking. Jú, okay, það er geðveikt mikill munur. Það er geðveikt mikill munur. Við viljum til dæmis, þú veist, hafa þrepaskipt skattkerfi þar sem við erum að lækka skatta mest á þá sem að minnstar hafa tekjurnar. Og það verður þá aftur, vinstri sinnaðasta skoðunin mín kannski líka, að það er hvernig við, þú veist, jöfnum leikina einhvern veginn. Við komum því nú á þegar við vorum í ríkisstjórn, en auðvitað er meiningamunur og Sjálfstæðisflokkurinn til dæmis sem að kenna sig við hægrið, vill hafa svolítið flatan skatt. Og sömuleiðis þá segi ég líka bara það sem að svona, þú veist, kemur við okkur daglega, það þú veist, ég menna þú kaupir eitthvað erlendis og letur senda heim og eitthvað svona, það eru tollar og alls konar sem að leggst ofan á allt. Og ég er alveg tilbúin til þess að sjá, þú veist, hvað er skynsamlegt að gera í að létta álögur á fólk. Þannig að maður hafi kannski meiri ráðstöðu en að tekjur. Og það er náttúrulega ekki bara, þú veist, í gegnum skattkerfið, heldur í gegnum gjaldskrár, í gegnum, þú veist, við þurfum að hafa áhrif á þessa stýrivexti, við þurfum að geta, þú veist, boðið fjölskyldum tækifæri til þess að koma sér fyrir. Það eru húsnæðisuppbygging, það eru almenningssamgöngur.
Þetta helst allt einhvern veginn í hendur og hverjir eiga að borga og hvað er sanngjarnt Já. að þeir borgi. Til dæmis eins og þú borgar útsvars, þú borgar útsvar til Ég hef sveitarfélagsins. verið að svindla undan skatti í mörg ár. Já, hvað borgar þú hátt úr sem Hvað borgar þú mikið að þínu ráðstöfum útsvar? Nei, ég segi svona og þá fer það bara inn í okkar sameiginlegu sjóði. Svo er það pólitík að segja. Hvar eigum við að létta, þú veist? Og þið voruð að byrja með þetta Reykjavíkur módel á leikskólum. Já, við kallum þetta Reykjavíkurleiðina. Reykjavíkurleiðina. Ég var alltaf að kalla þetta leikskólaleiðina. Ok. En einhvern veginn var Reykjavíkurleiðin ofan á. Já. Og þar, hún gengur út á að svo gott sem fella niður álögur, eða sérst leikskólagjöld, 36 tímar. En oftast er fólk að taka ekki minna en 40 stundir. Já. En við höfum séð mikla svona, þú veist, fólk kaupir sér eða foreldrar barna kaupa vistun fyrir börnin sín aðeins meira og rúmlega en það sem þau nota. Og í rauninni erum við að reyna að fá réttar svona, þú veist, að þau skrái börnin sér rétt. Já, einmitt, af því að fólk er skráð í 42 tímaviku kannski nýtir 34 en það vill hafa upp á að hlaupa og þá er ekki hægt að reikna með. Af því að leikskólagjöld í Reykjavík eru svo ótrúlega lág. Þannig að það munar ekki svo miklu. Já. Þannig að sko... Og það snýr það þá á mönnunar hliðinni, eða þú veist, já, og líka þú veist að leikskólakennarar hafa fengið samþykkt 36 stundar vinnuviku, þannig að þetta samræmast kannski því og einhverju hópar í samfélaginu hafa fengið það, en ekki allir og við áttum okkur líka á því. Bjóðum áfram þessa 42,5 stundar vistun, þannig að sko okkar hugmyndafræði vinstrimanna er að hafa endurgjaldslausa menntun og kommunista, já. Allir í eitt form. Já. Er náttúrulega, þú veist, eins og bara grunnskólinn. Já, einmitt. Hann sé endurgjaldslaus og það er jöfnunartæki og leikskólinn á líka vera, en þú veist, það þarf margt annað að koma til. Það er bara, þetta er samfélagsmál. Sko, ég á ekki börn, takk fyrir að spyrja. Já, en kött. Já. Ég séð uppistand með. Hefurðu séð uppistand með mér? Konuna þína Hólmfríði og köttiðinn. Já. Og ég hugsaði að ég man þetta, af því að ég á dóttur sem heitir Hólmfríður, en ég á enga kött. Ekki kött, ok. Ok, heyrðu, þú séð uppistand með mér, þannig ég ætla að kjósa þig. Ok. Þú sko, já, ég hef engin börn, og mér finnst það skrítið, það komið svo óvart að kostar að fara að senda börn á leikskóla. Mér finnst það svo steikt eitthvað. Já. Þetta sammála. Já og nei, þú veist, ég bara hef vannast í allt mitt líf að leikskólinn kosti. Já. En sko, svo er hugmyndafræði, þú hefur einhverja hugmyndafræði og gengur hún upp og það er svo margt sem þarf að falla til að hún gangi upp. Það er svo margir sem að þurfa að vera samþykkir þessu og þá, þú veist, ég meina, ef þú væri að búa til leikskólinn í dag, hvernig myndirðu gera það? Myndirðu gera það eins og hann er núna eða væri hann öðruvísi? Mér finnst þetta svo, þú veist, það er svo hressandi að þú að velta þessu fyrir sér í pólitík ef þú kæmir kaldur að ykkur og þyrftir að búa til frá grunni, hvað myndirðu gera? Já. Og kannski væri leikskólinn þá alls ekkert líku þeim sem að við erum að reka í dag. Ég held að ég myndi standa mér hræðilega illa ef ég ætti að búa til leikskólan í dag frá grunni. Spinnum eitthvað. Sko, ég er svo hugmyndasnöður, ég held að ég myndi hafa hann eiginlega bara nákvæmlega eins. Ég myndi hafa hann ókeypis. Það er eitthvað sem borgar, þú veist. Það er úr sameiginlega sjóðnum. Já, en ég borgi ekki skatt þannig að því er svindla undan skatti. Ég er samt kommunisti, en... Ok, þetta er mjög gott. Þú blokkar skattin í að horfa. Já. Ég er ekki að svindla undan skatti. En ég er eins og verktaki og mjög heimskur, þannig að ég skulda skattinum alltaf. Ég hef verið í þessum bransa. Þetta er mjög leiðilegt. Alveg bara að drepja og svo allt í einu fær maður bakareikning og bara, akkur yfirstafst með þetta og allt í einu þarftu að borga eitthvað 300.000 kall og eitthvað. Og þetta er alveg hundleiðilegt, sko. Ég datt inn í ég starfa vasklust almennt, gerði 2 sjónvarpsþætti og fór þá í vaskskildastarf sem ég skildi ekkert í því, síðan allt í einu og komin einhver aðfararbeiðni og bara... Já, bara bíllinn undir einu burtu. Sko, ég borgaði það bara, af því ég var með einhver þetta er mjög spennandi saga. Ég var með félagasamtök sem ég fekk undan þá til þess að hafa vasknúmer á af því við vorum að gera einn þátt og ég kunni ekkert að skila þessum vaski og... allavega. Ég fekk mig endurskoðanda og þá lagaðist það. Já, ég þarf að gera það. Já. Ég var sem sagt að vinna upp á RÚV að þýða fréttir í mörg ár, fréttaþýðandi og líka bara þýddi Klón, nokkra þættir Klón. Býtu þá þekkirðu kannski mömmu mína? Já. Nönnu Gunnarsdóttir, hún er þýðandi og það hefur verið lengi upp á RÚV. Nei, hún var ekki fréttaþýðingunum, okay. Var hún hinum einn í húsinu. Já.
og fékk væntanlega verkefni, hún að þýða Norðurlandamálum. Já, hún og ensku, já. Já, og ensku, akkurat. Nei, en faðir minn þekkir hana eflaust. Ok. Hann líka þýðandi. Hann líka þýðandi, hvað heitir Og hún? mamma mín líka þýðandi. Nú, vá. En ekki RÚV. Ok. Hann heitir Bárður. Hann heitir Bárður. Þú spyr mömmu þína. Já, ég kannast við nafnið. Bið að heilsa mömmu þína. Ég skila því. Ok, hver er vinstri sem átt að skoða þinn? Lækka skatta. Nú verður bara svarið mitt bara við öllu. Lækka skatta á lágtekjum. Sannarlega í frambúði. Já, allt fyrir alla. Nei, vinstri sinnast skoðunum mín. Já. Ætli það sé ekki að Reykjavíkurborg stígi ennþá fasta til jarðar í uppbyggingu húsnæðis og að Reykjavíkurborg eigi húsnæði ekki þá félagslegt leiguhúsnæði, heldur samfélagslegt leiguhúsnæði sem grípur alla þá sem að falla milli skips og bryggju. Þannig að það sé svona með einhverjum hætti að stíga þarna inn. Það held ég mjög vinstri sinnað. Já, ég held það líka. Já. Og vor til vinstri með þá sinni stefnuskrá og sósíalistaflokkurinn og VG haft það líka. Langa lengi, sko. Þannig að þið voru fyrst að stofna þá eitthvað húsnæðisfélag nei, að þetta Já, sko þau að því að síðan þetta skrítið með að nú ætla ég að útskýra svolítið fyrir þér Líf. Mér finnst það skrítið einmitt sko þegar það koma fréttir ársreikning Reykjavíkurborgar sem að annaðhvort stórkostlega rekin eða farin á hausinn nú þegar og ekkert þar á milli. Þá alltaf sko talað að félagsbústaðir en félagsbústaðir það sem ég að reyna að segja mér finnst það skrítið að allar þessar undirstofnanir borgarinnar séu rekin á eigin kennitölu og það ekki gert? Var þetta ekki skýr spurning? Nú til dæmis félagsbústaðir bara fasteignafélag, risastórt fasteignafélag í eigu borgarinnar. Mér finnst ekkert skrítið að það sé rekið sem sjálfstætt félag í eigu borgarinnar, 100% eigu borgarinnar. Mér finnst það ekki skrítið. En þú ert kannski að hugsa eitthvað samstæðuna, við erum með félögin okkar í B-hlutanum. Nú verður þátturinn mjög leiðilegur þegar ég fer að útskýra ársreikninga Orkuveituna og hvernig það tekið með. Ég mjög glaður að það sé gert hér og nú. Nei, en það alveg ástæði fyrir því hvernig að hlutinir, eru teknir svona til hliðar og ég held alltaf þegar við skoðum svo tölum við með eitthvað annað, alltaf þegar við skoðum ársreikning Reykjavíkurborg þá er eiginlega bara að skoða A-hlutanum. Það þá grunnreksturinn. Já, B-hlutin eru félög í eigu, cool, já. Og þú vilt að Reykjavíkurborg eigi meira húsnæði? Já, sko ég nefnilega ekkert sammála því að við eigum að stofna eitthvað byggingafélag. Heldur eigum við að nota lóðir sem eru sannarlega eigu borgarinnar, byggja á þeim, Reykjavíkurbústaði, Reykjavíkurhús, og það getur verið eitthvað tilraunaverkefni, þetta þekkist víða heim, sko, þetta svona samfélagsleg uppbygging og það bara mikið blöndun þarna og leigan fer eftir tekjum fólks. Það bara eitthvað svona krítería fyrir því. Og þú getur annarkvort verið þarna langdvölum, þetta bara þitt heimili, þangað til þú deyrð eða þá þetta svona, ef þú ert í einhverjum umbreytingafasa og getur komið þarna við einhver stuttan tíma og svo framvegis. Og þá eigum við bara að taka lóðir, deiliskipuleggjaðar, fallegar, bjartar, grænar, stórar og litlar íbúðir og svo fáum við eitthvað til þess að byggja þetta fyrir okkur. En við gerum allt frá grunni. En það sem að sósíalistar eru að tala um byggingafélag, þau eru þá að tala um að ráða verktaka. Það getur þú bara verið smiður í vinnu hjá byggingafélagi Reykjavíkur. Og ég ekkert endilega samferð þá útfærslu, ég litlir og meðalstóri verktakar geta tekið þetta að sér. Og ég held að við ættum að fara svona líka í að hugsa litla lóðir fyrir. Að þetta náttúrulega bara líka atvinnulífið, ég ekki á móti atvinnulífinu. Og ég ekki á móti verktökum, eins og þér. Takk. Þannig að ég kem alveg til greina. En mér finnst við þurfum einhvern veginn að gera þetta saman. Það þarf að vera eitthvað sniðmátt í kringum þetta. Og svo auðvitað að því að mikið hefur verið rætt eitthvað svona lóðabrask. Við þurfum auðvitað að stöðva það. En það gerist náttúrulega, við getum komið í veg fyrir það með nýju heimildunum í lögum. Þannig að lóðir sé ekki
þú veist, kaupum við svolítið og svo situr ykkur á lóðinni, byrjar Já. að byggja á henni. Einmitt. Svo líður bara 5 ár og svo bara allt í einu að hækka lóðin í verði og viðkomandi hérna hefur kannski ekki fjármagn til þess að byggja á henni. Selur þó lóðina dýrum dómum til einhvers sem að síðan hérna, já, kaupir hana og byggir og það eru dýrar íbúðir. Þetta er svolítið svona, þetta þurfum við að koma í veg fyrir. Ég held sko ef ég ætti pening, ég væri svo mikið í lóðabraski. Ég hérna hugsaði alltaf, ég vann einu sinni í banka, ég Já. var á mér mörg líf. Ég var einu sinni í banka líka. Hvað heitir þinn banki? Endó. Ó, já, ég var... Það var svona góð, svona vókbanki. Já, ég var held ég meiri vókbanka en þú, ég var hjá Sparisjóðunum. Ok, já, það er bara svona, það er basically bara svona samlagsdæmi. Það er bara alvöru, það er bara geggja fyrirbæri. Já. En allan að þá hérna var það mikið rætt sko, hann heitir Agnar sem var reyndar í Æsbank. Einhvern tímann í mötuneytinu þá segir hann, já, ég veist að það sem þú skalt gera til þess að tryggja framtíðina, það er að fjárfesta í landi. Já. Já. Gerðirðu það? Nei, ég átti aldrei neitt pening. Já. Ég bara var ekki fjárfestir. Já. En land er dýrmætt, Já. þú veist, og líka land sem hefur verið tekið og byggt á, þú veist, það verður ekkert aftur tekið og skilur, þannig að við þurfum að fara vel með land. Já. Þannig að þegar mér finnst svo ljótt að segja eitthvað að við þurfum að brjóta nýtt land, mér finnst það mjög ljót orðanotkun og ég myndi segja að við þurfum að nýta land eða við þurfum að nema land, landnemar, mér finnst það fallegra og við þurfum að vanda vel til verka af öllu þessu landi sem er óbyggt hérna í kringum okkur, hvað ætlum við að gera við það og við þurfum að passa að það sé bara ekki allt fullnýtt og fullbyggt af, skilur, við þurfum líka að hafa eitthvað andrými. Já. Þannig að land er dýrmætt í mörgum skilningi. Ég myndi það náttúrulega algjörlega óendurnýjanlegt, eða þú veist að við erum ekki að fá neitt meira í landi, eða þú veist við getum farið landfyllingar, en... Já, það sé önnur umræða. Það önnur umræða. En já, hægri menn eru mjög hrifnir að tala um að brjóta land. Já. Ég held að það sé að því að líka smá svona maskulin. Já, það er svona eitthvað, það er svolítið svona eitthvað feðraveldis, svona fallós eitthvað. Já, það er mjög fallíst koncept. Jú. Þannig að þurfum við hérna á... Svona, já, þetta er antifeminist. Já. Að segja þetta. Og ég dæmi alla sem segja brjóta land, ég ætla að dæma það sem antifeminist. Það verður mjög dómhör. Já, mjög gott. Og sko núna er allt, þú veist, hlutfall óhagnaðardrifina leigufélaga sem er að byggja í borginni og fer vaxandi, eða ekki? Og það er eitthvað sem hefur virkað og hefur virkað rosalega vel og við erum að gera miklu meira. Og síðan viltu að það sé til viðbótar við það þá Reykjavíkur bústaðir. Þessi leigufélög, til dæmis Bjarg, sem er svona þekktasta, það er auðvitað bara fyrir félagsmenn. Já. En þetta er eitthvað sem að virkar. Fólk er ánægt þarna. Sumt hefur heppnað skriðilega vel hjá þeim, annað finnst mér svona, og það er bara kannski smekksatriði sko. En við þurfum að gera mikið meira af þessu og ég meina, gömlu kennarablokkinnar í Vesturbænum eru svona uppbygging þar sem að, já. Erum við að tala um verkamannabústaðina þar? Nei. Já, svo verkamannabústaðinu. Já, hvar eru kennarablokkinar? Kennarablokkinar í Hjarðarhaga. Já, eru það kennarablokir? Kallaði kennarablokkinar. Já. Þannig að þetta er ekkert, sko, við erum ekkert að finna upp hjólið þegar við förum í þessi óhagnadrifnu leigufélög. En mér finnst að við þurfum að útvíkka þetta, fá fleiri á borðinu og að Reykjavíkurborg sé þá líka að skerast í leikinn með sínu. Við erum búin að láta þetta í lagalega rýni, þannig að það verður spennandi að vita hvað kemur þetta kosningar. Þetta er mögulegt, það er ekki það, en það eru þetta svona ýmis samkeppnissjónarmið sem maður þarf að passa upp á. Er þetta þá, og þetta er spurning í tveimur hlutum, annars vegar? Ég veit ekki hvort ég ræði við þetta með minn litli konuheili er svolítið aðþrengdur, spenntur með þetta. Sko, verkamannabústaðarnir og það, var það í eigu ríkis eða borgar eða þú veist, manstu það? Það var auðvitað að frumkvæði, kann ég ekki þessa sögu. Nei, alveg 100%. En sko, ríkið auðvitað hefur komið að svona félagslegri uppbyggingu líka. Svo var það aflagt hérna, ekki 90 og framsókn og... Þetta var einmitt follow-up spurningin. Já, ég er að rifja þetta upp. Ég hef alveg fengið þessa sögu. Nú sé ég það að ég þarf að fara heim og fletta upp
Ég hef nefnilega, ég Lesum fengi við betur þess til gagns. Ég fengi þess að segja einhvern tímann líka og ég man hann ekki heldur en ég get ekki lesið mér til gagns heldur En svo er líka annað mál, Já. að öll þessi hús til dæmis sem að voru byggð Já. og viðlagasjóðshúsin hérna, þú veist, í Breiðholtinu Mhm. og bara ýmislegt sem var byggt. Það var eftir byggingarreglugerð sem við getum ekki byggt eftir í dag. Það var búið að breyta henni. Já, Þannig að öll, til dæmis húsin í Vesturbænum, við erum ekkert að fara að byggja endilega þannig hús, þú veist, það eru margar kröfur, þetta þarf að vera algilt húsnæði. algjört húsnæði því að fólk með allar fatlanir geti Já, það Já. sé bara aðgengilegt öllum, Já. sama hver þeir eru staddir í lífinu. Já, Það er auðvitað sko mikilvægt og ég Mhm. er bara algjörlega stend með því, en það hefur líka að einhverju leyti hækkað húsnæðisverð. mhm, Og og við þurfum að ná einhvern veginn þessu jafnvægi, sko, hvernig getum við byggt ódýrt, hagkvæmt, fallegt húsnæði sem er aðgengilegt öllum mhm, og stenst okkar, þú veist, veðra og jarðskjálftakröfur. já, Nú er ég í svona húsnæðisuppbyggingu sjálf og í þínu prívatlífi? í bara mínu prívatlífi og bara smá viðbygging Já, cool, með litlu svölum nice, og bara svala kröfunar já, eru bara ógeðslega ljótar. Það eru bara til ljótar svalir Já. sem falla að nútíma kröfum. já, Og ég, þetta er svona gamalt rómantískt hús og svo kom bara einhverju ljóta svalir. Ég er eiginlega svona, ég ætla ekki að hafa neina svalir. Nei, Nei, ég ætla ekki að hafa neitt svalahandrið. Já, í Þetta alvöru? er svalahandrið, sko. Já, einmitt, þessi svalahandrið eru að poppa upp allstaðar í kringum mig í gamla Vesturbænum. Já, og þau eru svona, þú veist, eitthvað svona þunnar stál, Já. plötur einhvern veginn og eitthvað, en ég finn út úr Bíddu, er þetta reglugerð? Er þetta ekki bara frjálsi Nei, markaðurinn að bregðast? Nei, já, jú. Þetta er frjálsi markaður. Það er ekkert innflutt sem er fallið. Já, Nei, ég segi svona, ég á kannski eftir að leita meira, en það er ákveðin hæð og já. skilurðu, það er svona að lítið barn geti ekki tróðið hausnum einhvern veginn og Mér finnst svo Mikið- fyndið sko með þessar reglugerðir sem make sense, sem svona er öryggis. skynsamlegt. Ég er bara, En svona þú veist, að gamlar byggingar, Já. að þær séu eins og heima hjá mér, ég bý í mjög gömlu húsi, þar sem er ekki, þú veist, hurðin er ekki eitthvað svona eldvarin, eða skilurðu, einmitt, og það er bara eitthvað svona af því að húsið er byggt fyrir einhvern tíma, þá er það bara ok. já, Mér finnst það það mjög, látið standa, sko. já, mér finnst það mjög skrítið að það bara sleppi og líka, þú veist, eins og svalirnar hérna úti eru ekki öruggar þar sem við erum að taka upp. Já, Uh, ekki fara út Nei, eftir. ég veit ekki hversu oft ég hef dottið. það verður stór hættu. En það er auðvitað í þínu húsi, þá er auðvitað svona hálmur í vegginu. Hálmur? Hvað Já, þýðir það? bara, þú veist, það var bara einangur fyrir tíma. Settu bara svona alls konar reyndar, Já, en hálmur, það er bara svona, já, eitthvað efni. bara hey. Ok, Eða, þú veist, bara svona tré, Vá. spóna, viður. og er það eldvarnarefni? Nei, einangrun segir, það er já, einangrun. já. Já, bara svona einhver spónar Vá. viður, eitthvað, já, og eitthvað, og svo opnar maður eitthvað vegg og bara, þannig maður hegi yfir sig, sko, nánast. Það er svona, hófið náttúrulega sveit, sko, hann líður svona vel annað sem við búum örugglega út af Já, hálminum. en það bara, hugsaðir bara ef að, þú veist, einhver myndi gera ykkur það að fjarlæga allan eldsmat, það er náttúrulega bara kostnaður sem þeir leggja ekki út. Þess vegna er þetta látið óhreyft Já, þangað til já. kannski að, ok, og já, sem var seinni spurningin um verkamannabústaðina, sko, og engin press að vita þetta því að þetta er mjög ég held að þetta sé mjög obskjúr spurning. Var það í svona sömu filosófíu að selja þá, þú veist, að hætta með að leggja af félagsbústaðakerfið og þú veist, Thatcher að selja council housing, var þetta eitthvað Davíð Oddsson að vera Thatcheristi? Og nú ætlum ég ekki að hallmæla Davíð Oddsson, ég er ekki að því. nei, hann er auðvitað Nýlátin og það, þú veist, það var ekki point að ég fattaði þegar ég sagði eins að vera einhver Thatcherist að það gæti hljómað eins og ég var að það var ekki meiningin. Nú kemur aftur að þessu gloppóta minni, Já. af því að þetta er saga sem maður þarf að kunna og ég heldur þetta hafi verið sko Halldór Ásgrímsson Ok, og já, en það sem að gerist náttúrulega líka þá að fólkið í það er náttúrulega líka að eignast sína eign, Já. sko. Þannig að Einmitt. hvernig getum við líka gert fólkið auðveldara að eignast eitthvað, já, en svo er unga fólkið kannanin sína að það vilji bara vera svolítið frjálst. Já. Nota peningana sína í eitthvað annað, geta verið á leigumarkaði, þú veist, þar sem að leigan er bara hófstillt. ég á vin sem á miklu meiri pening en ég á íbúð, vinn Já. minn miklu meiri pening, hann er bara hæst ánæður á leigumarkaði og vill hvergi annars staðar vera.
hann þarf ekki að spá í neitt, frjáls, segir upp leigunni, já, ferðast heiminn. já, hann gera það ekki af því hann þú veist, tekjuhár og hann er þá búinn að fórna frelsinu bara á annan hátt, skilurðu, hann bara er í vinnunni og eitthvað. Já. Ok, en hver er þú ertu ekki meiri frjálslyndiskona heldur en íhaldskona? Ég myndi segja það, jú. Já, hvað er þá íhaldsamasta skoðunin? Að börn læri latínu og dönsku. Það, latínu? Ok. Ertu emmeringur gamall? Nei. En kannt láta, þú veist? Já, ég sem sagt allir í kringum mig, öll fjölskyldan mín fór í MR. Já. Við erum svona vesturbæingar í fjórða ættlið. Já. Og sjálf flutti ég til Danmerkur og var í dönskum menntaskóla. Ok. En ég var í latínu þar. Já. Já, og latínan er bara, ég held bara með þessu fólki sem að berast gegn því að latína verði lögð niður í MR. Ég er mjög sammála með dönskuna. Ég bjó í Danmörku í 1 ár og lærði dönsku og þykir alltaf mjög vænt að geta tjáð mig á öðru tungumáli en ensku við systkin okkar í Skandinavíu. En ég hef ekki nefnt að setja mig inn í þetta latínumál í MR núna. Það er verið að þröngva og þú veist, ég er að spyrja þig gett margar spurninga, sorry, ég sagði ekkert að undirbúa þig og ég var að forvitin og þú veist, þú mátt bara segja ég veit það ekki, við erum ekki að tala um það. En þú veist, ertu búin að setja þig eitthvað inn í þetta? Af hverju eru verið að leggja latínuna af í MR? Hvað er það að gera? Sko, það er eitthvað með, þetta hefur náttúrulega, þetta ekki bara gerast í dag, sko. Nei. Þetta hefur aðdraganda og það fækkar þeim sem að læra fornmál. Þú veist, það er ekki einhvern veginn eftirspurnin þó þeir sem að velja það, þeir vilja það eðlilega og ætla sér kannski eitthvað. Og latínan er náttúrulega undirstaða líka fyrir ýmislegt annað eins og allir að vera líffræðingur eða læknir og það að kunna líka bara, þú veist, það grunn tungumál í rauninni sem að einhver segir að sé útdautt en það er náttúrulega ekkert útdautt. Latínukennari minn sagði að með nýtísku orð sem er verið að uppgötva í dag eða nærtækast er að taka tölvu, orðið tölva, að það getur alltaf búið til eitthvað latneskt orð. Í alvörunni? Já, flóran er svo mikil, sko, þannig að við getum ennþá búið til latnesk orð í dag. Það er cool. En mjög cool. Latína er mjög cool. Maður er mjög svalur þegar maður lærir og kann latínu og klassísk fræði. Já, absolutt. Já, en þannig að þetta hefur bara, einhvern slíkan aðdraganda og svo auðvitað, bara kennslufræðilega, þú veist, samfélagið tekur breytingum, en það sem að mér finnst vera að gerast, það er að það verið að bara leggja niður hugvísindafög út allan heim. Já. Það þykir mér leiðilegt. Það finnst mér óheillaþróun og ég stend algjörlega gegn því. Ég á svolítið erfitt með þetta því að sko í aðra röndina þá er ég mjög hrifinn af því þegar eitthvað fyrir töðunar og emmeringum. Hvaðan ert þú? Ég er úr Vesturbænum, þannig að mjög margir vinir mínir fóru í MR. En ég var svo mikill hassaus í menntaskóla, ég var flakkandi á milli allra menntaskóla, þannig að ég kláraði FA en þú veist, ég hef ekkert svona menntaskóla, æðislegu skóli. Ég kláraði hann þegar ég var einhverju svona stuttu edru tímabili í menntaskóla og ég er búinn að vera edru núna yfir 10 ár. Takk. Og þú veist, bara þvílík kennsla og kennarinn er bara geðað mikið með mann í liði og fólk á alls konar stað í lífinu. Ég fór í 5 menntaskóla eitthvað, þetta var uppáhaldið mitt. Í aðra er mjög hrifinn af því þegar eitthvað slæmt, þegar eitthvað pirrar emmeringa, en á hinn bóginn er ég mjög mótfallin í að hugvísindi séu lögð niður. Já, og þetta er að gerast bara í háskólum, sko, líka. Ok. Já, hugvísindafög, það bara þykir ekki arðbær í fjárhagslegu tilliti. Já. Og bara, við lokum þessari deild og bara... Það er svolítið asnalegt. Allir verða lögfræðingar og hagfræðingar og verkfræðingar. Já, ég held að ef öll eru á botninum hvolft, þá er hagfræði ekki arðbær heldur. Ég held að þeir segja bara, af því að það eru þeir sem reikna hvað er arðbært og þeir eru bara að uppdikta sitt mikilvægi. Þetta er sammála mér. Já, en ég fór ekki að segja því að maðurinn minn er hagfræðingur. Er maðurinn hagfræðingur? Úps. Já, og lögfræðingur. Það? Hann er með 2 gráður. Já. En svo er þetta BS-Science eða er þetta BI hagfræði eða BSc hagfræði? Ég myndi segja BA. Ég er BA megin með hagfræðina. Hvað ert þú lagðið, ef maður spyrja? Ég er grunnskólakennari. Grunnskólakennari? Ég er að hugsa að fara í kennslufræði. Það er ótrúlega gaman
og þú myndir una þér frábærlega. Ég er búinn að vera að kenna íslensku sem annað mál Já. í Tinkan Factory. Og ég bara bið að heilsa Gíu. Ég skil á því. Og þetta ég ætlaði að stoppa hana mjög stutt, mér og sagt upp í bankanum fyrir að standa mig illa. Ja. Og Þér hefði aldrei verið sagt upp í Sparisjóðabankanum. Sá ég. Það tökum við vel utan um fólk. sem stendur sér illa, það er kannski ástæðan fyrir henni sál. Það var aldrei svo kallað hraun. Já. Já, ég er að njóta mín þvílíkt. Ég ætlaði að stoppa hana mjög stutt við, en ég er búinn að vera hann í 2 ár og þetta er bara stórkostleg vinna. Já. En hver er frjálslyndasta skoðunin þín? Eða býttu, vorum við búin alveg að tala um latínu? Nei, við vorum með latínu og dansku. Já, latínu og danska. Svolítið hefðbundinu í slíku. Tölum þá aðeins um dönskuna. Ég er búin að samþykkja röksemdina þína fyrir latínu, verði þeirra góðu. Og af hverju þykir þér vænt um dönskukennslu líka? Danskan, bara Norðurlandamál, eru algjör grunnur að því að geta verið í samskiptum. Og þar fyrir utan að ennþá í dag, þá eru flestir Íslendingar sem fara í framhaldsnám og þeir fara til Danmerkur. Það er nú gott að kunna dönsku, Absolutt. segi ég. Já. Og þó að þeir fari kannski til Svíþjóðar, sem að mjög margir gera líka, að þá ertu allan með þessa undirstöðu í norrænu tungumáli. Já. Og Noreg og hvað eina. Já. Og ég segi bara, sko, ég bjó í Danmörku 6 ár, það er kannski auðvelt fyrir mig að tala um þetta, en ég held að það sé líka öllum hollt að læra tungumál og tengja það einhvern veginn menningu og sögu og hvað það er og bara svona víkka sjóndeildarhringinn. Og svona dregur aðeins úr menningarlegri hegemóníu kanans líka. Algjörlega, en við erum alveg rosalega amerikaniseruð, sko, mjög mörgu leyti og það er dálítið að taka yfir og mér finnst þetta að vera frábært, sko, svona mótvægi. Og líka bara okkar félagis nordiska venner að við séum að rækta þessi tengsl. Bara þrátt fyrir allt þá eru þeir næstir okkur í menningu og svona miklu nær okkur heldur en kannski Bandaríkin eða Ameríka. Mér finnst við vera einhvern veginn sko menningin okkur að færast á svona ógnarhraða nær Bandaríkjunum og ég kann ekkert við það persónulega. En þú þarft ekki að þú veist, hefurðu skoðun á því? Þú þarft ekki á skoðun á því? Sko, ég til dæmis, við höfum flutt inn alls konar bandaríska siði og ég hugsa að við komum ekki til vekk fyrir það. Og ég segi líka, sko, ég var fyrst bara, hvað er að öskudeginum? Af hverju þurfum við nú að vera með Reykjavíku og þetta er eitthvað, já, ok. Ég er algjör skarfur með þetta, sko. Það er ekki það sem ég er að tala um beint, en með Halloween, ég er algjör skarfur, ég vil ekki sjá þetta og ég veit að það bara ég vera leiðilegur. Já. Maðurinn minn tekur ekki þátt í þessu, á móti þessu, en ég er búin að færast. Ég hef tekið, ég hugsaði bara, ok, enn einn daginn þannig sem við getum haft gaman. Ok, let's go. Já, þetta er sama Hófí sagði og þetta er fyrir börnin, sagði hann líka. Það er bara gaman. Sem er svolítið góða punktur. Og bara, ég nota hvert tækifæri til þess að lyfta mér upp. Já. Og þetta hljómaði mjög en þú veist, ég bara segja þú veist, bara meira gaman er gott. Bara meira gaman er gott. Já. Ok, og hver er frjálslyndasta skoðunin? Frjálslyndasta, sko, vinstrimenn eru mjög frjálslyndir, finnst mér yfir höfuð. Þú veist, við erum dálítið í frelsi handa öllum að vera eins og þeir eru. Og þú veist, mér er sama þá að þú sért með fjólublátt hár og nútisti, eða svona upp á einhverju marki. Upp á einhverju marki, já. En þannig frjálslyndasta skoðunum mín, þú veist, hvað er frjálslyndi, sko? Já, minnst frjálslyndis hugtakið vera orðið einhvern veginn hvað þvældast í þessu menningastríði. Sko, frjálslyndasta skoðunum mín er kannski svo að Sko, í grunninn er ég, hið persónulega er pólitískt. Það er ég í grunninn og það er svona það sem feminista segja líka, þú veist. Að þó þú sért heima hjá þér í lokuðu rými að þá þú veist, þá er það bara, sko, ríkið á að geta að hafa afskipt af því, en á hinn bóginn er ég þannig, sko, að ríkið er alltaf að setja okkur einhverjar skorður. Annarkvort með lögum eða reglugerðum eða eitthvað og það er alveg ástæði fyrir mörg af því sem er sett í lög eða reglugerðir. Það er meðal annars til þess að vernda okkur og aðra en kannski er frjálslyndasta skoðunin mín svo að
að ég vil minni afskipti ríkisins Já, af því hver við erum og hvað við gerum. ok, En svo er þetta svona svo lengi sem að það skaðar ekki aðra, sko. já, En Já. þetta náttúrulega orðin svo, þá einhver debatt einhver segir, já, bara, þú særi blygðuna kennt mína með að vera með þetta fjólubláa hár, nei, ég veit það ekki, já, svo ég einmitt, sé að taka eitthvað softdæmi. já, En frjálslyndasta skoðunni mín, sko, leyfa kannabis bara, ég ætla að segja það. já, Nei. flott. Nei, ég veit það ekki. Já, fólk á erfiðast með að svara þessari spurningu, þannig það fólk á auðveldast með að svara íhaldssömustu spurningun, með íhaldssömustu skoðanina. Já, áhugavert. Já, sko, eftir að Lausagöngu hunda, frjálslyndasta. já, þetta er hlindlausagöngu hunda. Bara rind frelsi dýra. Frelsi dýra. Eftir að við töpuðum menningarstríðinu, þá, sko, mér finnst að því að nefnir fjólublátt hár, það eitthvað orðið rosalega viðkvæmt hjá sumum aðilum, að fólk sé með litað hár. Já, það væri fallegra að það væri rautt. Að fólk er... Það verður eitthvað skoður á fjólubláu hári. Já, það orðið eitthvað svona, píratar með fjólublátt hár orðið eitthvað svona alveg síðasta sort hjá ákveðnum sekt samfélagsins. Heyrðu, Já, sko, frjálshyggjumenn á Íslandi já, hafa barist fyrir því að að skatturinn opinberi ekki þá sem að eru tekjuhæstir, þú veist, tekjur fólks. Og ég er svona ambivalent í því, að það sé samt ekki alveg svona, það er einhvern veginn, þá er sko, ég er alveg hlindi, sko. að það sé birt. Að það sé birt. Já, En fyrst þegar það átti að gera, þá fannst mér óþægilegt. Þá var ég ekkert, sko, ég var bara eitthvað nóbat út í bæ, sko. já. Ég var bara að vinna á veitingahúsum og var bara einhvern veginn í leiguhúsnæði hérna niðri í miðbæ og eitthvað slíkt. En þá segi ég bara, hvaða hnýsni er þetta? Þannig að ég tók á þeim tíma undir með þá frjálshyggjum. Ok, Já. þú ert búin að færast yfir á núna hinn Já, vagnin. ég sé alveg, þú veist, af hverju eru tekjur okkar prívatmál og þá Já. getum við bara farið að ræða það. Já, mér Og ég finnst, er alveg til í það samtal. já, sko, ég hef verið tekjublaðin undanfarin ár og Já. það var mjög gaman fyrst þegar það gerist, sem á upphefð. Hvað ertu titlaður? Uppistandari, Uppistandari, já. en ferillinn minn er farin alveg niður vaskinn sem uppistandari, þannig að í fyrra þá Það var... er mjög langt síðan þú hefur verið uppistandari. Ég er búinn að vera með uppistand, ég var með uppistand sem heitir Brandarurinn Ketti í Tjarnabíó og það gekk alveg ágætlega. En eftir að ég var alltaf með Villa Net og Vigdísi Hafliða og Hákonarni, eftir að þau fóru að gera stærri og betri hluti þá dróst úr eftirspurnin eftir mér. Herru, nú verður bara að endurrisa því. Hvernig væri það? Hvernig verður það? En eins og í fyrra þá, sko, mér finnst, það sem ég ætlaði að segja með tekjublaðið, mér finnst mjög gaman að sjá hvað ég er með í tekjur. Já. Af því að sem verktæki þá hef ég enga hugmynd um það. Já, þetta, já. Já, ég var með miklu meira í fyrra en ég átti von á það því að mér leið ekki eins og ég hafi, það var eitthvað tæpur 800, nei, takk. Sko, vandinn það eru 4 takkar, Já, en bara ok. 3 myndavélar. Ok, tökum Og þetta það aftur. ætti að vera gaur sem heitir Aron með mér hérna, Já, ok. en hann er ekki hérna. Ok, en ég held að við séum annars bara búin. Er einhver sem þú vilt hallmæla í lokin? Einhver manneskja sem að þér er illa við og vilt tala illa um? Já, kaþólska prestinum. Oh my god, hvað var þetta? Bara, Jesús, hvað er málið með þennan mann? Já, Bara velkomin til Íslands. án gríns. Sko, þetta er einhver menning sem að við ættum kannski að gelda varhug við að sé flutt inn. Ég held við ættum Einhverjir þýskir kaþólikar. taka hann í fangið og segja honum að hér ríkir kærleikur til allra. Já, einmitt. Og hann megi alveg vera ögn frjálslyndari. Já, þetta var rosalegt að sjá. Bara, vá. Jesus. Ok, og er eitthvað sem að þú vilt sko á plattformi vinstrisins sem að þú vilt sérstaklega kynna fyrir fólki, fyrir mínum áhorfendum? Bara vinstrið fulla ferð. Já. Við eigum eftir að setjast niður, sjá hvað fólk velst á lista vorsins Já. og svo brettum við bermar og rjúkum að stað í kosningabaráttu með frábælega vel undirbúin málefni sem allir ætti að geta fallist á að vilja og kjósa.
Geggjað. Takk hérlega fyrir komin á Líf. Takk snart.